Komiði sæl og verið velkomin í klefann. Í klefanum þá talar allt íþróttafólk sama tungumáli. Markmiðið að finna leiðir til að bæta árangur. Gefum Silju Úlfars orðið. Nú hún Lára Hafliðadóttir sest hérna hjá mér. Hún hefur verið að sérhæfa sig í þjálfun kvenna og meðal annars að byrja í doktorsnámi þar sem hún að skoða fitness hjá konum í fótbolta. Við ætlum að ræða svolítið konur og íþróttir og tíðarhring og ég ætla að hvetja ykkur öll til þess að hlusta. En áður en við byrjum þá að sjálfsögðu ætlum við að þakka samstarfsaðilum klefans fyrir samstarfið. Það Lemon sem með ferskan og holla mat og góðu valmöguleiki fyrir allt aktíft fólk og bara alla sem að huga að heilsunni. Ég alltaf að prófa eitthvað nýtt og ég hef ekki ennþá orðið fyrir vonbrigðum. Útilíf íþróttaverslun íþróttafólksins. Þú finnur allt þar til að hreyfa þig og fyrir alla fjölskylduna. Hvað sem ætlar að mæta í rektina, út að hlaupa, skíða eða hvað sem dettur í huga að gera, þá mæli ég með að þú kíkir í Útilíf. Svo það Nutrilengið, algjört lykilatriði allavega í mínu daglegu rútínu, en Nutrileng smyr og mýkir liðina og aðstoða við að byggja brjóskið aftur upp. Auður draumur sparnaðarpésans. Þar viltu geyma sparnaðið þinn, en það borgar sig að ávaxta með auði. Það hefur aldrei verið auðveldara og einfaldara og ekkert mál að stofna reikning. Svo það Hafið fiskverslun. Og það þarf eiginlega bara að kíkja í verslanir hafsins. Þær eru 2, Hlíðarsmára og Spönginni og prófa einhvern fiskrétt. Alltaf gott að prófa eitthvað nýtt. Lára, þú duglega bara fisk? Já, ég gæti verið duglegri. Já, ég held að gætum öll verið duglegri. Já, klálega. Já. Herðu, velkomin. Takk fyrir. Herðu, þú kemur úr fótboltaumhverfinu. Hver Lára? Já, ég var alltaf í fótbolta, Víkingur í húð ár, spilaði með Víkingur og HK Víking þegar HK Víkingur samanuðust, fór svo og spilaði með líka Breiðablik og KR í meistaraflokki, já, og endaði samt ferilinn í HK Víkingi og svo bara eftir að ég hætti að spila, þá fór ég bara í það að þjálfa mikið og hef verið bara að þjálfa eiginlega síðan og svona sérhæft með innan fótboltans en verið líka með hlaupaþjálfun og styrtaþjálfun, online þjálfun og svona alls konar bara. Þannig að já. Þú út allt, en þú líka að kenna í Nú, eða ekki? Jú, ég að kenna í Nú, ég að kenna íþróttavísindi þar sem ég með meistaragráð í íþróttavísindum og þjálfun, þannig að það mjög fínt og ég elska hann á skóla, þannig að mæli með að allir kynni sér hann og já, ég líka vinn upp í HR, við erum svona í rannsóknum þar, sko að heila hristing hjá íþróttafólki, við erum svona að fara að staða með þá rannsókn og svo ég líka að kenna fyrir KSÍ, svona ýmis námskeið, þol og styrk og álagsstýringu og mælingar og svona ýmislegt. Ýmislegt, þú svolítið svona rannsóknartýpan. Já, ég myndi alveg segja það sko. Þannig að þess vegna ég myndi að stefna á doktorsnám ef allt gengur eftir, þá ég að fara í það í januar. Og þú veist, í hverju þá? Þá ég bara að skoða elít fótbolta konur og sérstaklega svona hvernig hægt að svona optimæsa readiness, eða svona hvernig það geta vera eins tilbúnar fyrir leik og hægt Já. Þannig að við erum að skoða álag og þreytu og endurheimt og svona ýmislegt og tíðarhringin í taktið það líka og eitthvað svoleiðis. En þú að fókusa svolítið núna á íþróttir kvenna? Já, ég er semst fitness-þjálfari hjá Víkingi, kvennaliðinu í fótboltanum og búin að vera þar að vinna innan Víkings alveg þó nokkur ár. Sér fitness eða svona yfir fitnessinu hjá stelpunum og mér finnst það alveg geggjað sko og já, ég bara svona búin að dragast svolítið bara meira og meira í átt að bara konum þó ég hef verið að þjálfa kalla líka og myndi alveg taka það eitthvað að mér sko en mér finnst bara það eitthvað áhugavert við það, flókið og áhugavert við það að þjálfa konur. Og nú ertu svona rannsóknartýpa, það ekkert of mikið rannsókn til konur það? Nei, nákvæmlega, það einmitt sko vandamáli sko að, en það hefur verið svona smá vakning varandi þetta að við þurfum fleiri rannsóknir á konum og og kannski sérlega því við vitum að það ákveðin munur á milli kynjanna og margþættur munur þannig að það frekar bara óþolandi að segja að við séum ofta að nota niðurstöður úr rannsóknum á körlum og yfirfæra það yfir á konur
þannig að já, það er hérna klárlega þörf á frekari rannsóknum og bara til þess að vita hvernig við eigum optimali að þjálfa konur. Er mikill munur á þessum rannsóknum þegar við rannsókum konur og kalla? Sko, í fyrsta lagi það vantar bara rannsóknir á konum mikið, skilur við, en það auðvitað, það er til einhverjar rannsóknir og svona mismunandi svið sem hafa verið rannsókum meira en önnur og til dæmis þegar tala tíðarhringinn, að þá, þú veist, gleymir stundum í umræðinni að, þú veist, spurningin sem við erum að taka upp í dag, eins og þetta áhrif tíðarhringsins á frammistöðu meðislega eitthvað svo leiðis, það er eitthvað sem við þurfum að vita meira en svona síðustu ár og áratugi þá hefur raun og verið spurningin verið akkurat öfug, þú veist, við vitum talsvert mikið til dæmis hvaða áhrif hreyfing og mataræði, þú veist, að næra sig ekki nógu slíkt hefur á tíðarhringinn, þannig að í dag eru svolítið að snúa spurningunum við, þannig að þú veist, það er alveg til rannsóknir á konum, en það er svona á mismunandi sviðum sem við klárlega þurfum frekari rannsóknir og bara svona heilt yfir, bara þurfum klárlega fleiri rannsóknir á konum. Sólveig sjúkraþjálfari, hún kom til mín og hérna, mér var svo töff þegar hún sagði, konur eru ekki litli kallar. Nei, nákvæmlega, einmitt. Já, ég man hún vísaði hérna nýlega rannsókn þar sem kom fram að innan íþróttavísindanna eru 6% rannsókna framkvæmdar bara á konum. Svo er eitthvað 30 eitthvað sem er konur og kallar og svo er restin bara köllum. Þannig að þetta er svona, þú veist, mér stundum, við þurfum samt líka að passa okkur svolítið í þessar umræði því að mér sumir grípa, þú veist, fara að tala rosalega mikinn mun eða grípa það sem kannski hefur aðeins verið að skoða en við þurfum kannski svolítið mikið við þurfum að vita meira til þess að geta í raun og veru sagt mikið meira þannig, kannski ekki þannig mun en hvernig við eigum að, þú veist, þjálfa öðruvísi konur að kalla. Já, en eigum við að þjálfa konur eins og kalla? Já, einmitt, sko, þetta er ógeðslega flókin spurning, þú veist, við vitum að það er bara mikill munur eða ákveðnuleyti munur á milli kynjanna og þú veist, það bæði þessi munur sem er eins og ef við tölum íþróttinnar, munur á milli, þú veist, bara í umhverfinu, þú veist, bara þú veist, fjármagn og þjálfun og umgjörð og allt þetta en svo er það hinn póllinn, þú veist, bara þessi lífeðlisfræðilegi hormónatengdi munur og við veitum að það er bara líka mikill munur sem getur mögulega haft áhrif á hvernig mættum að þjálfa og svona kannski til að fara að stýpri það að hérna, þú veist, við kynþroskaskeið þá fyrir við að sjá hana mun á milli kynjanna. Það gerist cirka 2 árum undan hjá stelpum en strákum en þá er þessi aukning í kynhormónum, sérstaklega testosteroni hjá strákum og estrogeni og progesteron hjá stelpum og svo vaxtarhormónu líka. Þannig á þeim tíma þá fara strákar að taka fram úr stelpum hvað var það svona líkamlega getu. Og svo við sjáum líka mun bara í líkamssamsetningu og líkamsbyggingu, stelpur bæta á sig hérna að fá mjaðmir og brjóst og bæta á sig fitumassa, meiri fitumassa versus vöðvamassa, samanborið við strákana og það er mikilvægt að tala svo hluti og stelpur vita að þetta er eðlilegt, þetta er hormónatengt. Þær eru ekki bara eitthvað að fitna því að þær eru borða mikið eða hvað það er, skilurðu. Þannig að það eru margvíslega breytingar sem verða á þessum tíma sem svona mögulega geta haft áhrif á kannski meðsli og kannski eitthvað þjálfunatengt, en raun og veru erum við ekki komin á þann stað að geta endilega sagt, þú veist, við erum að gera þetta ólíkt, þú veist, eitthvað svona konkrít ólíkt á milli kynjanna, þótt það sé kannski eitthvað svona smápunktar. En svo eru, þú veist, þessar hormónabreytingar eru líka, þú veist, ekki bara á þessum tímapunkti, heldur svo margt annað, þú veist, bara tíðarhringurinn og tökum hann kannski betur fyrir eftir, en þú veist, það eru svo miklar hormónabreytingar bara í gegnum mánuðin hjá konu og meðan kall upplifir bara hérna aukningu í testosteronu mótnana og svo bara droppar það eins gegnum daginn. Þannig er það bara dag eftir dag, að meðan hjá okkur er þetta svo miklu flóknara. Mjög. Þú veist, og svo náttúrulega eiga konur börn líka og það er náttúrulega mjög miklar hormónabreytingar og breytingarskeiði, þú veist, þannig að það er svona miklu fleiri breytur sem þarf að hafa í huga sem geta haft áhrif á þjálfun og svona ýmislegt. En mér finnst oft þegar við að tala hennan mun á milli kynjanna og eiga að þjálfa kynin eins og allt þetta, þá gripi í tíðarhringinn. En fyrir mér er þetta þú stærra, það er allar þessar hormónabreytingar bara í lífi konu og kalla, en svo eru ákveðnir þættir sem við veitum kannski aðeins meira sem eru svona, já, kannski ekki beintengt hormónunum en samt auðvitað einhverju leyti, en svona það er ákveðna vísbendingar það að konu séu kannski meira svona slow twitch týpur, og svona mögulega þoli betur álag, þurfi minni endurheimt og slíkt, noti meira svona loftháða orkukerfi, hærra hlutfalli versus loftfyrtu, samanborið við kalla.
nota bene, þú veist, þegar þetta er rannsakað þá er auðvitað búið að staðla fyrir getustig og íþrótt að því að sjálfsögðu sjáum við þennan mun á milli kvenna, þú ert klálega svona fastfits típa, Ég ætla að segja, ég tek ekki við neitt sem hún sagði. Nei, nákvæmlega. Þannig að þú veist, kannski er bara punkturinn alltaf að bara einstaklingsmiða eins mikið hægt er, skilurðu. En svona heilt yfir, þú veist, þá hafa ákveðnar rannsóknir og þú svona, já, við höfum alveg ágætar vísbendingar að þarna sé munur á milli kynjanna þegar það er staðlað fyrir þú veist getustig og svona típu eða íþrótt. Og þessuna aftur, þú veist, ef þetta er rétt, þá mögulega svona er einhverjir fræðimenn sem tala að mögulega ættu við að vera álagsstýra eins öðruvísi á milli kynjanna. Til dæmis þegar við erum með þolþjálfun, þú veist, að konur þurfa mögulega styttri pása milli spretta eða þú veist, keyra álagið aðeins hærra upp eða aðeins lengri tíma í lotunum til þess að ná fram sömu aðlögun og kallanir. Ef við erum að tala einstaklinga á sama getustigi, ef að þessi munur er svona mögulega smá svona til staðar hjá kynjunum. Þú veist, þannig að það er svona ákveðnir þættir sem við mögulega munum sjá einhvern tíma í framtíðinni, við erum ekki komin þangað núna, fyrir svona almenning og bara svona, þú veist, já, svona flesta, þá kannski skiptir þetta ekki öllu máli. Nei. En en svona fyrir þú veist þessa sem eru kannski elít og er að reyna að bæta þetta 1%, að þá er alveg smá pirrandi að það er kannski þessi smá munur þarna á milli, en samt erum við alltaf að nota aðferðir sem kannski henta betri körlum en konum, skilur. Sko, nú er ég frjálsveitaþjálfari og ég hef bara að láta það hlaupa í gær. Já. Og nú talað þú kannski þurftu konur minni hvíl. Nú er ég bara komin í flækju, Nei, sko, þú veist, þessna, þú veist, máli þetta er ógeðslega flókin umræða og ég er ekki að segja að sé eitthvað þannig munur að við eigum vera að prógrama eitthvað öðru sem mögulega ættu við og optimal væri bara einstaklingsmiða alla þjálfum, þú veist. En þú veist, mögulega í framtíðin að vitum við aðeins meira þessu hluti. En þú veist, þótt að þetta sé flókið og gerir þetta, þú veist, þetta er bæði flókið að rannsaka þetta en líka flókið fyrir okkur sem þjálfara og leikmenn og allt þetta og krakkana og konurnar og allt þetta, að það megum samt ekki hægt að pæla í þessum hlutum og spá í þessu, skilurðu. Og þurfum að rannsaka þetta áfram bara til þess að svona, já, áttu gráði hvort það sé eitthvað sem ættum að gera aðeins öðruvísi hjá konum og köllum. Vá. Það verður alltaf flóknara að vera kvenmaður. Vera kona, já, það er bara þannig, sko. Já. En getum við farið að sé tíðarhringin? Já. Hvað er tíðarhringurinn? Sko, nú er ég kona, ég ætla að játa smá. Ég var alveg smá stressuð að ræða þetta allt við þig, út af því ég einhvern veginn pældi aldrei í þessu, ekki þegar ég var íþróttakona og þannig að ég man ekkert eftir að ég hafi eitthvað performa öðruvísi hvort sem ég var á túr eða eitthvað slúst, ég bara það gömul, það var ekki pælt í þessu. En þú fannst heldur ekki fyrir því? Nei, ég fann ekkert eitthvað þannig fyrir því. Þú veist, þetta er ekkert eitthvað svona sem að poppa upp í hugan á mér, það var bara stundum kom meira en minna og eitthvað og það var það óþægilegt, sko. En þannig að ég er svona, já, mér finnst þetta flókið og ég er mjög spennt að læra meira út af því ég er náttúrulega að þjálfa ungt íþróttafólk. Þannig að tíðarhringurinn. Já, kannski byrjaði bara að útskýra aðeins hormónabreytingarnar. Sko, tíðarhringurinn er cirka 28 dagar. Það er svona þetta skólabókudæmi. En hann getur verið allt frá 21 upp í 35 daga, það er svona sem við teljum eðlilegt. Tíðarhringur byrjar á fyrsta degi blæðinga og svo byrjar næsti tíðarhringur þegar næsti dagur blæðinga, eða næsti tíðarhringur, eða svo næsti blæðinga byrja. Blæðingar geta staðið yfir í svona cirka 3-5 daga, pluss mínus kannski 2 dagar, allan upp í svona 7 daga teljum við svona alveg eðlilegt. Raun og veru er það, þú veist, ef það er yfir það eða magni raun og veru líka sem við svona finnum að pæla hvort það sé eitthvað óðurlegt í gangi. Svo samkvæmt þessu skólabókardæmi þá er egglos í miðjum tíðarhring á 14. degi, en það getur verið nokkrum dögum fyrr eða seinna. Konu getur líka bara, það getur líka ekki verið egglos hjá konu sem fer samt reglulega á blæðingar, sem ég held að margir vita ekki. Þannig að við skiptum tíðarhringnum upp í raun og veru fyrst í 2 fasa, þannig að við egglosið. Og fyrir fasan, það kallum við follicularfasa og svo lutealfasin á seinni hlutin. Og svo er líka hægt að tala um, þú veist, blæðingarfasa sem er þá early follicularfasin og svo kemur mid-follicularfasi og svo late follicularfasi. Og það sem gerist er að hormónin er algjörðu lágmarki við á blæðingum.
þá er bæði það sem 2 hormón sem er svona sérstaklega svona yfirráðandi og mikilvæg, það eru estrogen og progesteron. Þau eru í lágmarki á blæðingum og svo þegar líður á þannan fyrri fasa þá fer hérna estrogen að hækka og það nær hámarki svona í svona late follicular fasanum. Það hefur áhrif á annað hormón sem heitir LH-hormón eða luteinizing hormón og það og semst estrogen þarf að komast nægilega hátt þess að hafa áhrif á það og það hefur áhrif á egglos. En er það á okkur ákveðnum sirka degi, ef við erum að tala sirka? Já, einmitt, sko samkvæmt þessu skólabóku dæmi þá er það hana bara kannski á 12. degi, þú veist það er hana alveg svona vel í seinni hluta follicular fasan. Ef hann er 14 dagar þá er það hana rétt kannski fyrir. Hefur áhrif á hana luteinizing hormónið og svo kemur egglos. Eftir egglos þá hækkar líkamshitinn, þessi 2 hormón droppa og miðjan lútealfasan þá hækkar sem sagt estrogen aftur en ekki jafn hátt og áður og progesteron hækkar mun meira. Og á þessari mynd sem að sér þá raun og veru er þetta mjög villandi mynd af því progesteron er miklu meira mæli heldur en estrogenið. Hún er sko að tala mjög mikið með höndunum. Já, þannig að hún er að sýna myndina með höndunum sko. Bara. Já, þetta gerist miðjan lútealfasan og svo droppa þessi 2 hormón þannig seinni hlutan og svo byrjar nýr tíðahringur. Þannig að þetta er svona þessar hormóna breytingar sem verða í gegnum þetta skólabókardæmi. En svo erum við ekkert allar. Nei, það er nákvæmlega einmitt og það er náttúrulega bara mjög mikill breytileiki á milli kvenna og hjá svo einmitt konu eftir hvar eftir tíðahringum. Þannig að það er eitthvað sem gleymist oft líka í umræðinni. Einmitt. En þú veist, eigum við að þjálfa, þú veist, að æfa eitthvað svona mismunandi gegnum tíðahringin? Já, einmitt, sko, þetta er alveg flókin spurning og ég skal reyna að svara vera ekki of langorð. En þú veist, á mannamáli? Á mannamáli, já. Þú stoppa mig ef ég er ekki á mannamáli. En þú veist, þetta er alveg hot topic líka og maður sér alveg mikið af efni, allan ég, þú veist, að mínum miðli, kannski þú ekki að fá sama, mikið af, þú veist, verið að ráðleggja, þú veist, þú ert að gera þetta þarna í þessum fasa og svo þetta þarna, oft er það þannig að, þú veist, já, það er bara mikið af lágákveða þjálfun en háákveða þjálfun á öðrum tímum og svona. Kannski til að byrja með að útskýra af hverju, þú veist, hver er forsendan fyrir því að vættum vera að æfa mismunandi eftir tíðahringunum. Sko, þegar estrogen er sem hæst það er oft talin þannig svona yfir lok fyrir hlutans rétt fyrir egglos og í kringum egglos. Getum við talað um tíðahringin eins og þetta sé svona A, B og C face? Það er fyrir og svo koma blæðingarnar í B. Nei sko, blæðingarnar er þá A, svo er þá B sem er þá miðji og svona late follicularfasin og svo er þá C, það er þá eftir egglos. En CS samt þarf svo mikla breytingar þannig að það þyrfti eiginlega að vera fleiri en við getum alveg sagt ég þá líka. Sko C er þá þegar progesteron er að hámarki og D er þá þegar hormónin er að droppa. Þegar estrogen er í hámarki þannig í B þá ég hef aldrei talað um það svona. Þú talar smá svona latínu þegar þú segir flaggi. Já, akkurat. Þannig að í B að sko við vitum að estrogen er mjög mikilvægt hormón fyrir okkur. Það er ótrúlega mikilvægt upp á beinheilsu, beinþéttni, mikilvægt fyrir styrk og kraft og hérna hjarta- og æðakerfi okkur svona. Þannig að sá tími er oft svona talin vera mest optimal fyrir hreyfingu og þá er oft verið að ráðleggja bara háákæðar þjálfun og bara svona mikla ákæð og líka því að þarna þegar egglosi verður þá er oft svona boost í testosteroni. Þannig að þessi tími er oft svona, þú veist, talið bara bestur fyrir frammistuðu, þarna á bara að keyra vel á allt og bara frábært eitthvað. Og svo er það hérna þá C, þegar progesteron er í hámarki. Progesteron á meðan estrogen er svona anabolist hormón, svona hérna uppbyggjandi hormón, að þá er progesteron það meira, það virðist vera meiri svona kannski streita eins á kerfinu. Þú veist, virðist vera mögulega svona örlítil meiri þreita eða hérna meiri orku þörf einhverju sem er að fylgjast með HRV gæti mögulega séð, þú veist, dropp þarna. Það er svona sem þú ert með úrunni sem mæli þegar þú ert að sofa. Heart rate variability sem mæli svona
streitið í taugakerfinu. Já, mér finnst það mjög áhugavert. Já, en þetta svona, þú veist, já, kannski þarf að rannsaka þetta líka aðeins betur, en svona virðist vera örlítið meiri streita á kerfinu þegar progesteron í hámarki. Og svo það þannig að þá D-fasin, þegar hormónin að droppa, að það einhver tíminn sem bara út af þessu hormónadroppi, það getur verið svona líka ekkert frábær tími fyrir hreyfingu, semst C-tími, progesterontíminn, hann ná semst ekki vera frábær fyrir hreyfingu út af þessum auka álægu líkamann. Já, nei, þannig að í C og svo þegar droppið að það raun og vera oft líka að tala að það sé ekki frábær tími að því endurheimtin líka verri þar og það er líka sá tími hann rétt fyrir blæðingar sem konur finna fyrir mögulega einhverjum svona verkjum, svona PMS symptoms og sem getur verið andlegt sem líkamlegt og það getur orðið bara mjög alvarlegt hjá sem konum, þú veist, líkamlegt sem andlegt, bara mjög slæm einkenni. Þannig að við höfum bara 1 viku til að æfa vel. Já, og svo náttúrulega var blæðingafasin, af því það var A og það einmitt, það mismunandi hvað fólk segir hann, af því að, þú veist, þá eru hormónin í algjöru lágmarki og þá talað að það sé, að því að suma konum fá náttúrulega túrverki og það alls konar einkenni, sá tími sé bara ekki góður fyrir hreyfingu, svo kemur, þú veist, eru aðrir sem tala að það sé frábært tími af því að hormónun lágmarki og þá þau ekkert að rugla í neinu og ef einhver finnur ekki fyrir verkjum, að þá sé þetta bara besti tíminn til þess að ná fram bara hámarksframmistu og eitthvað svona. Þannig að, og kannski eitt í viðbót, þannig kringum egglos, að þá eru bara þó nokkuð margar konur sem finna fyrir verkjum. Egglosverkjum og svona kannski 10-15% og ég hef alveg séð hærri tölu, þú veist, en það gleymist líka oft í umræðinni þegar tala að þetta sé langbæsti tíminn til þess að, þú veist, stunda bara þjálfun. Þannig að þetta eru svona þessar hormónabreytingar og svona áhrif á þessum hormónum eru svona forsendan fyrir því að margir, sumir, einhverjir tala að við ættum að vera að æfa mismunandi eftir því hvar við erum í tíðahringnum. Wow. Já, en svo það í raun og veru hvort við ættum að gera það. Já. Það er raun og veru þegar ég spyrð þessu, það er raun og veru segi ég nei, við ættum ekki að gera það, en ég segi samt líka já að einhverju leyti af því að, þú veist, það sem við þurfum alltaf að taka inn í myndina er það að konur, sumar konur upplifa verki og neikvæð einkenni kringum tíðahringinn og að sjálfsögðu þurfa að taka til þess. Alveg eins og við tökum til þess að kona ekki að næra sig nægilega vel, ekki að sofa nægilega vel, stress og streita, þú veist, í vinnu, með börn, þú veist hvað það er. Tíðahringurinn er bara ein breyta mörgum sem við þurfum að sjálfsögðu að taka til til. Þannig en þá þýðir það samt að þú veist, það bara að vera algjörlega einstaklingsmið og út frá þessum einstakling hvernig henni líður. En það að vera að setja einhvern veginn alla í sama kassan út frá svona þessum, þú veist, þessum hormónabreytingum meikar ekki sens og sérstaklega kannski út af tvennu. Í fyrra, svona, já, kannski í fyrsta lagi að, eins og ég sagði án, það er svo mikil munur á milli, semst, kvenna, hvað varðar bæði upplifun, verki, einkenni, þau getur verið á mismundi tímum, tíðahringnum, suma konur finna varla fyrir einkennum, aðrar finna fyrir einkennum. Svo getur líka verið munur á milli, sem sagt, bara lengd tíðahringsins, getur verið munur í hormónamagni í mismundi fösum og lengd fasana. Og þetta miklu, þú veist, það miklu meiri breytilegi þarna heldur en margir átta sig oft á, sérstaklega þeir sem tala oft að við að vera ráðleggja svona frekar öllum svona það sama, skilurðu. Til að mynda, þú veist, þá er þetta 28 daga skólabókardæmi, þú veist, en alveg 21-35 dagar sem við teljum eðlilegt, konur sem fara reglulega blæðingar, en hins vegar getum við verið með konur sem fara reglulega blæðingar, en það verður ekki egglos hjá þeim, og þá er estrogenið lágt og progesteronið líka, en þær fara samt reglulega á blæðingar og veitum mögulega ekkert að sé eitthvað í gangi með hormónu sín. Og þetta bara, getur verið bara jafnvel nokkur sem yfir árið, skilurðu. Og þannig að forsendana fyrir því að vera æfa eitthvað mismunandi eru, þú veist, þessar hormónabreytingar, en svo eru kannski hormónin ekki jafn há eða flöktandi og veist ekki nákvæmlega hvar þau standa, þannig að forsendana er svolítið fallnar, skilurðu. Og svo líka geta konur semst upplifa egglos en progesteron verið mjög lágt eða frekar lágt eða svona seinni fasin
mun styttri og þá bara svona mjög lítið pík í prógesteróni. En þú samt ennþá með reglulegar blæðingar á sem innan þess eðlilega ramma, þú veist, þannig að þú veist, þetta til dæmis eitthvað sem ég held að ekkert allt og margir pæla í. Svo þetta getum við talað það að konur geta verið með lengri tíðarhingi, þú veist, 35-90 daga fresti og þá náttúrulega hormónu komin í algjört rugl og þar getur orðið egglos eða ekki. Og svo náttúrulega líka þegar konur eru bara hættar á blæðingum, þú veist, og þá eru bara hormónin búin að flatlæna og ekkert egglos og þú veist, þannig að þú veist, það er mikill breytileiki þarna á, en svo líka breytileiki hjá sömu konun á milli tíðarhingja. Þú veist, og bara þessi munu getur bara verið frekar mikill sem ég held að kannski ekkert allir átt að segja á, sko. Ok, það sem að poppar upp í hugun á mér er ég sem þjálfari að ég vil hugsa vel íþróttakonuna mínar. Hvernig á ég að haga mér í þessu? Hvað á ég að gera? Og þú veist, og það eru örugglega sko kalla þjálfarar að hlusta líka, þú veist, þannig að bara svona eigum við að fara eitthvað all in að pæla voða mikið í þessu eða eigum við kannski bara eiga one-on-one samtal við íþróttakonunnar og bara, þú veist, látt mig vita hvernig þið líður. Ég, þú veist. Sko, það sem ég finnst mikilvægast, það sem ég segi við alla, þú veist, og ég haldi fyrirlestur þetta og svona, og því bæði líka bara fræða unga leikmenn og allt þetta, þú veist, það sem skiptir nummer 1-2 máli að vera með fræðslu, þú veist, að opna umræðina, þú veist, að tala þetta geti verið, þú veist, það er eðlilegt að þú veist, mögulega getur fundið fyrir einhverjum verkjum eða eitthvað svoleiðis, en þú veist, en hvað er eðlilegt og hvað er ekki, það er líka að taka það fyrir, skilurðu, og bara það að opna umræðina veitir svona, þú veist, einstaklingnum færa á að láta þig vita, koma til þín ef það er eitthvað sem að angrana, af því að þú veist, það sem ég ætla að segja næst þessar 2 ástæður er að vera seinna ástæðan er bara hvað rannsóknir segja okkur. Og rannsóknir eru bara ekki komna nægilega langt, eða gæði rannsókna er ekki nægilega til þess að geta sagt okkur að við getum fullyrst þessa hluti eða eigum að gera þetta versus þetta. Bara, þú veist, það er margt sem var hægt að segja það, en það er líka sko að bara helmingur rannsóknar segja að sé engin munur eftir hvað eftir tíðarhingnum, svo hinn helmingurinn sem sýnir mismunandi tíma sem er betur framvist á allt þetta. Þannig að það bara er klárlega þannig að það þarf fleiri gæðarannsóknir þar sem hormónin eru nákvæmlega mæld og nægilega margir sem eru að skoða er nú oft allt þetta til þess að við getum fullyrst svo hluti og verðum að passa okkur fara ekki fram úr okkur af því okkur langar svo mikið að vera með upplýsingar þetta en við getum ekki fara að ráðleggja eitthvað þegar við erum ekki með, þú veist, gögnin það, skilurðu. Þannig að, en varðandi, þú veist, varðandi leikmennina, krakkana og stelpunar og svona, þú veist, ég held að það sem ég ráðlegg er að þú veist, að tala svo hluti og fræðslan er nummer 1, 2 og 3 og þú veist, þjálfari getur fengið líka bara einhvern aðila inn sem getur tekið þessa fræðslu, ég hef oft gert það bara og sérstaklega þeir karlkyns þjálfarar, þeir fyrstulega kannski hafa ekki þekkinguna og kannski finnst þeim eitthvað óþægilegt eitthvað og þá bara er hægt að fá einhvern annan aðila inn sem talar svo hluti þannig að það verður líka bara ekki tabú, skilurðu. Mér finnst ef að sérstaklega kallmannsþjálfari vill adressa þetta, þá finnst mér hann hafa mikinn áhuga á konum og konum íþróttum og sína því virðingu, sko. Já, mér finnst ég alveg finna meira fyrir því núna, sko. Og en mér finnst líka, sko, að konur ættu að bara trakka tíðarhringinn sinn, skilurðu. Af því þannig læra þær betur inn á hann og hvað hann er actually, þú veist, og fundið út svona hvað er actually að gerast hjá þér en ekki út frá einhverjum öðrum, og mögulega kemst á viðkomandi að einhverju svona trendi, þú veist, mögulega finnur alltaf seinni hluta tíðarhringsins, finnaðu fyrir meiri þreytu eða orkuleysi og eitthvað svona, og þá er hægt að vinna með það, skilurðu. En ég til dæmis hjá mínum fótboltastelpum, ég læt þær trakka tíðarhringinn sinn og líðan líka í gegnum XPS og ég samt tek svona þann pólinn hæðina, ég fræði þær og tala svo hluti og normalisera bara blæðingar, skilurðu. Þetta er mjög normal. Já, nákvæmlega, en ég set ábyrgðina svolítið yfir á þær og þannig að það sem er eiginlega mikilvægt fyrir mig varðandi það að trakka tíðarhringinn er ekki bara þetta að læra inn á sig og sinn líkama og allt þetta, heldur líka bara til þess að komast að hvort það sé eitthvað óeðlilegt í gangi.
þú veist, að því að tíðarhingurinn getur sagt okkur svo margt, þannig að mér finnst það eiginlega ennþá stærri punktur í því að vera að fylgjast með tíðarhingnum. Veistu með eitthvað app eða eitthvað svona sem hægt að nota til að trakka? Já, sko, þú veist, eins og sum Garmin voru til dæmis bara að fara Já, ég nota mitt. Já, nákvæmlega. Og þú getur merkt við einkenni og bólur og þrútinn og eitthvað og eitthvað. Nákvæmlega. Svo hann að ég held að sé Fit R-Woman. Okay. Ég veit að hérna lið út í Bretlandi að nota það. Ég hef ekki notað það sjálf. En ég held að sé frítt. Og svo líka bara, þú veist, gamla góða dagbókin, skilurðu. Bara, þú veist, það skráin hvenær byrjar að blæðingum, hvenær hættir, svo bara fara að bæta inn kannski líðan og eitthvað svona. Bara líka til þess að fara átt að á hvort það sé eitthvað óðalegt í gangi, sko. En þegar þú tala líðan, erum við þá að skrifa, þú veist, ok, maginn á mér var bólgin og ég hafði minni matalist, ég var þreytt, ég svaf illa. Þetta alveg spurning, þú veist, hversu langt viltu fara með þetta, skilurðu, hversu ítarlegt og þú veist, oft, og ef þetta fara að byrja leikmennin þínum að gera þetta eða þá sem varst að þjálfa, þú veist, þá getur þetta orðið íþyngjandi og þá kannski gera hann ekki. En ég bara spáði ef manneskjan sjálf bara að gera þetta. Já, ég myndi bara eins mikið að þú svona nennir að gera, þú veist, það oft hægt að vera líka með bara svona, þú veist, frá 1 upp í 5, þú veist, og ég myndi segja kannski andleg líðan, skilurðu, og líkamleg og kannski bara þreyta, þú veist, það var svona, og þú veist, rannsóknir sína líka að, þú veist, konur upplifa að vera frammistuð á ákveðnum tímum tíðarhringnum, sérstaklega þannig að rétt fyrir blæðingar og áblæðingum, en actual frammistaðan hjá þeim ekki endilega verri en þeir eru upplifað það, þú veist, þannig að það líka gott svolítið að hafa það í huga, skilurðu, að og það aftur kemur líka inn að kemur inn á það við þurfum svolítið líka að huga því hvernig við tölum þessum hluti, þú veist, varðandi til dæmis það að tala, þú veist, það eins og allir að finna fyrir verkjum og að frammistaða sé alltaf verri á blæðingum eða eitthvað svona eins og stundum gert, að það svolítið verður svona jafnvel fara einhverjir bara að upplifa það, skilur eða verða hrættur það og eitthvað svona þú veist, bara eins og glætana mig gangi vel í kvöld á túr. En það er svo mikilvægt að vita, þetta er ótrúlega breytilegt og sko, konur geta verið geggjar á öllum tímum tíðarhringsins, konur að setja heimsmet og alls konar met á bara blæðingum og hvað það þú veist, þannig að þetta er svo, þú veist, þetta á ekki verið eitthvað sem á að stoppa þig, skilur en auðvitað, þú veist, eru tilfellið sem þetta er bara ekki gott og það þarf að vinna í því klárlega og það má ekki gera lítið úr því, en við þurfum svona að passa okkur, þú veist, að vera ekki einhvern veginn svona alhæfa þessa hluti, þú veist, og bara að konur og stelpur viti, þú veist, ok, þó að henni líði illa þarna, þá þarf það ekki endilega eiga við mig og þú veist, þótt að ég sé á túr, þá get ég samt performa mjög vel, þú veist, bara rannsóknir sína það, skilurðu. Þannig að já, mér finnst mjög mikilvægt hvernig við tölum svona hluti og líka bara það að þú veist, tala bara blæðingar sem eðlan hlut og líka bara þær eru, þú veist, segja okkur svo mikið okkar heilsu, það þú veist, hreysti merki að fara á blæðingar, skilurðu. Og mér finnst alveg að stelpur megi vita það, þú veist, það ekkert eitthvað gaman, en þú veist, ok, líkamann minn líklegast bara í góðu standi, skilurðu, eða allavega það svona vísbending það, en ef blæðingar hætta eða þær fara að vera sjaldnar, að þá meira kannski eitthvað í gangi, skilurðu. Sem verið að skoða. Já. Ég fór á Ólympíuleikana og horfði á langstökk kvenna og mér fannst, það var alveg svona aðeins fjallað að sú sem vann, ég man ekki alveg hvað hann heiti, heldur þetta eitthvað Tíana eða eitthvað, að hún kom fram á einhverju viðtal og sagði, þú veist, ég byrjaði á túr sama dag og úrslitin voru og eitthvað, þú veist, þannig að hún ringdi bara í sálfræðingi sinni eða einhver svona stuðningsaðila og bara, herru, þú veist, ég þarf að tala við mig, þú veist, hún var meðvituð sko, þú veist, hvernig hausinn á henni geti farið af stað örugglega því hún þekkir sjálfa sig, þannig að hún fór bara svona einhverja af stað með eitthvað ferli, eitthvað að tala við eitthvað, ég man ekki alveg hvernig það var, en mér varst bara svo cool að hún kom hann fram bara, já, ég er ólympíumeistari og ég byrja á túr í dag. Nákvæmlega, algjörlega. Þú veist, hún sagði þetta einhvern veginn svo eðlilega í þessu viðtali, þú veist, það bara, þú veist, já, mér varst það svona eiginlega aðdánavert og ég hugsaði strax bara, yes, þetta er geggjað fyrir unga konur, íþróttakonur að sjá að, þú veist, svona bara tölum við. Já, algjörlega. Og þetta er svo mikilvægt í þessu, þú veist, að opna þessu umræðu, já, bara fyrir, þú veist, líka yngri íþróttastelpur að fá fræðsluna, þú veist, að þetta sé ekki eitthvað sem þær eru að bara halda einir sér, þú veist, ef þær eru með verkið eða eitthvað skilur líka, að þær þori að segja það og þá hægt að vinna líka með það og líka bara ef það eitthvað óðurlegt í gangi, þá þetta hægt að taka
einhver skref með Já. það, skilur. Einmitt. En eins og meiðsli á túr og eitthvað, Já. var ekki búið að afsanna það eða hvernig er staðan á því? Jú, einmitt, sko, það er oft, og ég meira sér tók þessu umræði við vinkunum mér bara fyrir nokkrum dögum, að þú veist, það eru margir sem halda að það er aukningi meðslum á blæðingum, Já, en það er þú veist, það er engar, þú veist, rannsóknir eru bara, það þarf klálega fleiri rannsóknir til þess að geta staðfest eitthvað hvað varðar meðslin. einmitt. Ef eitthvað, þá er það, þú veist, er mögulega aukning þarna rétt fyrir eglós í kringum eglós, Já, ef eitthvað, skilur, Já. ekki hann á blæðingaferðin sem allir er að tala en þú veist, það þarf bara meiri rannsóknir og við getum ekki sagt, þú veist, það er bara meiri líkur á meðslum hér versus hér, bara klárlega ekki, og þetta er líka, mér finnst þetta svolítið hættileg umræða, þú veist, bara að leikmaður eitthvað svona, ok, núna er þessum tíma, þú veist, núna er meiri líkur að ég meiðist, þegar við erum ekki eins og með gögnin til þess að bakka það upp, skilurðu, einmitt. og svo bara, hvernig á hann það eftir að akta inn á vellinum, þú veist, ef maður er svona þú veist, ekki 100% í tæklingu til dæmis, skilurðu, fótbolta, kona eða eitthvað, þá er meiri líkur á meðslum, skilurðu. Já, Þú veist, þannig að mér finnst þetta líka bara svona, og það er oft umræður aukin meðsla á mismundi tíma því að endurheimtin er lélegri og eitthvað svona. Mér finnst þetta bara svona, stundum er bara eins og þessi aukin meðsli bara alltaf nema þannig þegar estrogen er hátt, skilurðu, en í B-fasanum, einmitt. þú veist. Já, Þannig að, en þú veist, það sem ég finnst líka að við þurfum að gera er að setja meira áherslu á þá þætti sem við getum stjórnað, þú veist, og ég held að eins og næring og svefn eru þetta bara langmikilvægustu þættirnir sem hafa áhrif á endurheimt, sem hafa það áhrif á meiðsli og frammistöðu, og þú veist, það er þættir sem við getum stjórnað, og og ég held að þessi þættir og auðvitað rétt álagsstýring er alltaf að skipti miklu meira máli heldur en áhrif þessar hormóna á okkur, skilurðu. já, En samt erum við svo mikið núna fókus ofta á þessar hormónabreytingar sem er auðvitað góð umræða, skilurðu, já, en þú veist, horfum svolítið meira kannski á þessar hluti sem við getum actually bara vel stjórnað, skilurðu, af því þeir hafa klárlega áhrif. klálega áhrif. Ok, og stundum þá er ráðlagt að það ekki bara rólegt á ákveðnum tíma hringnum eða þú veist, hvernig virkar þetta? Ákveða ákveðnum tímum? Já, þú veist, þetta er auðvitað ótrúlega flókið, þú veist, við erum að tala íþróttafólk sem þarf bara að mæta æfingu á ákveðnum, þú veist, og þau eru ekkert að stjórna sínu álagi. Nei. En svona heilt yfir bara konur sem eru að æfa sjálfar eða einstaklingar í einstaklingsíþróttum sem geta kannski stjórnað þessu hans betur, að maður sér oft ráðleggingar þú veist, að auðvitað þessu ráðleggingar mjög mismunandi, en oft er það þannig að það vera að ráðleggja mestu ákveðna þannig í B-fasanum, þegar estrogen er hátt og í kringum eglós, og svo oft bara, þú veist, lagri ákefð raun og veru bara restina af tíðarhingnum og jafnvel af blæðingum líka, stundum styrktarþjálfun þar, en svona þetta er oft bara göngutúrar, jóga og eitthvað svona, og það bara, eitt og sér finnst mér ekki heldur bara svona þjálfræðilega nóg sniðugt einhvern veginn, án þess að tala niður lágákveða þjálfun, bara 100%, en kannski byrja samt að segja að öll hreyfing er góð hreyfing, mestu máli skiptir er að finna sér einhverja hreyfingu sem mann finnst skemmtileg og maður helst í, þú veist, það sem maður gerir aftur og aftur, það er auðvitað númer 1, 2 og 100, skilurðu, en svona, þú veist, samt þessar ráðlingar að æfa svona raun og veru mikið á lágri ákefð sem maður sér oft, þannig að vera að taka svo stóran part úr mánuðinum sem er þá ekki vera að stunda neina háákefðarþjálfun. Og þú veist, fyrir mér, þú veist, ég er prefin að lágákefðarþjálfun, ég held að þú vitir það, þú veist, svona 2 og svona, og þú veist, þeir sem er hjá mér í hlaupaþjálfun, klárlega, þú veist, taka það fyrir og það þarf bara að vera balans í þessu lág- og háákefðarþjálfun, en þegar vera að missa svona mikið út af þessar háákefðarþjálfun, þú veist, þá það er þjálfun sem skiptir okkur svo ótrúlega miklu máli og sérstaklega kannski konur, af því að styrktarþjálfun og þú veist að byggja upp styrk og vöðvamassa skiptir ógeðslega miklu máli fyrir okkur og við getum gert það relatíft jafnt á við kalla og af því að við vitum að þú veist þessir þættir droppa svo mikið þegar við förum á breytingaskeiði eða því estrogen droppar þá svo mikið að við þurfum svolítið að vinna okkur inn í haginn, þannig að konur ætti að vera miklu duglegri við það að stunda styrktarþjálfun og sérstaklega styrktarþjálfun þar sem við vorum að vera að nota þunglóð, færri endurtekningar, meiri pásur
og ekki bara styrktarþjálfun, þetta líka sprengikraftsþjálfun, alls konar hopp, svona plyometrics-þjálfun, af því að þarna erum við að setja svo mikla álag á beinin okkar og vitum að beinheilsan droppar mjög mikið og hefur bæði beinheilsa, vöðvamassi, styrkur hefur mjög sterkt tengst bara við langlífi, almenna heilsu og þetta eitthvað sem við þurfum að vinna í en ég ekki að segja, þú veist, auðvitað fer það eftir hvar þú stendur, skilurðu, ráðleggjum ekki öllum það sama en svona vinna sig upp í það að ég held að það er svo margar konur sem bara þorengnin ekki að lyfta þungt að halda að verði bara ógeðslega massar eða bara halda að það sé miklu betra fyrir þær að lyfta, þú veist, miklu fleiri andtekningar, miklu færri þyngdir allt þetta en einu raun og veru væri hitt meira beneficial sko. En aftur öll hreyfing góð hreyfing. Algjörlega, en mér finnst þetta því að, að verði ekki allir, margir halda með þetta verða svo massaðir, ég verð bara svona mössuð, sko. Þú ert svona sér fast við stípa, sko. Já, ég svo mikið þar, sko. Fólk gott segir þetta og ég bara eitthvað, ég sé stöngina og ég finn bara vöðvarnir bara að kippast til. En þú veist, þess að þegar við erum með íþróttafólk og þegar við getum ekki verið í, þú veist, tekið, þú veist, einhverja viku í eitthvað lærra tempó og eitthvað svona, þú veist, þetta þarf náttúrulega að tekja öll bóksin og þarf að setja inn sprett úthaldið og poweræfingarnar og eitthvað svona. Þú veist, þannig ég bara hugsa, sko, þú veist, með tíðarhringin, þegar þetta, ég er náttúrulega að þjálfa frjálsar, þannig að, þú veist, vikurnar eru kannski svipaðar, það er alltaf, þú veist, eitthvað það er farið í greinar og það er farið í einhver úttalsæfing og svo er sprettæfing og eitthvað svona, sko. Þú veist, ég gæti ekkert skipt þessu á mánuðin, þú veist, ég þarf eiginlega að snerta á öllu. Já, akkurat. Þú veist, en er það þá ekki bara svolítið kannski mitt hlutverk sem þjálfari er samt, þú veist, að vera bara í góðu samtali við íþróttafólkið upp á hvernig þið líður og svona og kannski bara þurfum að senka, þú veist, gera þá meiri hoppa eftir 3 daga og það er kannski ekki dagurinn í dag eða... Algjörlega, þetta snýst bara þú veist, hvernig líður einstaklingnum og mögulega líður hann alltaf aðeins verð þarna í tíðringum eða hvað það er, en bara þú veist, ef hann er bara þreyttari þarna, þá græður ekkert á því að vera að láta hann gera eitthvað rosa, þú veist, mikil hopp eða hægintænsti eitthvað og þá jafnvel gera hann bara aðeins minna eða þú veist, frestaði 2 daga. Svona aðeins tvíka til og það er bara ógeðslegt og það er líka eitthvað sem maður myndi gera varðandi aðrar breytur heldur en bara tíðarhringinn. Bara þú veist, álagsstýring, bara heilt yfir, skilurðu. Og það er bara það sem skiptir öllu máli í þjálfun, bara hvernig maður setur upp álagið yfir vikuna og mánuðin og svo framvegis. Þannig að það er allt annað heldur en það að vera ætlað að æfa bara rosalega mikið á einum tíma og svo bara droppa öllu álagi í einhverja, þú veist, 7-14 stundum fleiri daga yfir mánuðin. En eitt varðandi styrktarþjálfunina, en þetta er líka mikilvægt varðandi þolþjálfunina. Að ná inn einhverju svona ákjöðar, hvort sem það eru, þú veist, brekkursprettir eða þú veist, bara svona VO2 max æfingar, en auðvitað skiptir þarna máli að gera þetta í réttu magni, þú veist, og þarna kemur auðvitað lágákjöðaþjálfunin inn á móti. Og ég held líka, þú veist, það er svo mikið á konum sem er að æfa alltaf mikið að horfa ákjöð og sko örgulega svona 90% af þeim sem ég fæ í þjálfun, ég þarf að hamra því í þar að gera meira og lægri ákjöfð, skilurðu. Það eru allar bara og það er auðvitað ekki gott, skilurðu. Þannig að þetta er þessi balans, skilurðu. Annars brenna þær bara út að fara meiðast eða fá sér áþjálfunar einkenni, sko. En HIIT training, high intensity og eitthvað, að getur þjálfun minnkað verki? Já, algjörlega, sko, það er aftur talað þú veist, þú veist, ekki vera í svona hágera þjálfun hann ákveðnum tímum tíðarhringnum, en þú veist, það hafa verið rannsóknir sem sýna að háákveða þjálfun getur minnkað verki, þú veist, og látið líða betur, en líka, þú veist, jóga og eitthvað svona lágákveða þjálfun, þannig að þegar einhverju bara á þeim staðanum líður ógeðslega illa, þá þarf hann auðvitað bara að taka ákvörðun með sér, þú veist, hvort hann treystir sér í æfingu, en þá gæti alveg háákveða þjálfun hjálpa honum, en hann þarf svolítið að meta líka, þú veist, hvar hann stendur, þú veist, og þú veist, fyrir mér er þetta líka bara að sé ekki fyrirfram ákveði, bara því að þarna ertu í tíðarhringnum, að þá ertu bara að fara að gera eitthvað ákveðið. Þú er bara vonlaus þarna. Já, þetta er bara út frá, þú veist, bara meira bara svona stýring út frá líðan og þreytu og allt þetta, skilurðu. En er þetta þá ekki bara, ef við hvetjum þá ungar íþróttastelpur, eða bara, já, konur, að trakka hringi sinn, til þess að bara kynnast sínu hring, líka til þess að finna út bara, já, þegar ég er á, þú veist, þessum staði í hringnum, þá líður mér vel að taka þetta og þetta funkar vel fyrir mig og svona í síðustu skiptin hefur þetta ekki virkað vel á þessum tíma, þannig að ég þyrfti kannski að færa, því að þú veist,
ef þú ætlar að vera íþróttakona eða íþróttamaður eða hvað það að þá þarftu alltaf í raun og veru, þú veist, svolítið að bera ábyrgð á þínum íþróttaferli og þú nákvæmlega. þarft að kunna á þig. Algjörlega, Því fyrir sem að þú lærir á þinn líkama, því nákvæmlega. meiri líkur myndi ég segja að þú náir árangri, sko. Algjörlega, og þetta er ástæðan fyrir því að þú veist, ég ráðlegg öllum konum að fylgjast með tíðringum sínum og mögulega, þú veist, finna það líka leiði, þú veist, eins og mögulega þurfa margar konur kannski að auka aðeins orku inntöku þarna í seinni hluta tíðringsins, skilurðu, Já. og þá bara og hafa það í huga og finna það að það hjálpar þeim, skilurðu. En það er bara svo hættulegt að vera svona fast mót eitthvað ákveða hugsun og ákveðna, skilurðu, hvað hendar hér og þar, að þetta ætti bara alltaf að vera einstaklingsmiðað, skilurðu, út frá einstaklingnum. Já. Og ættu þjálfarar ættu þeir eitthvað að vera að fylgjast með eða kannski bara geta átt opið samtal það þannig að íþróttafólk geti leita til sín. Sko, þetta er ógeðslega góð spurning og ótrúlega svona raun og erfið spurning líka, af því að þú veist, eins og ég er með upplýsingar mína leikmenn en þú veist, ég er ekki að þrýsta á neitt að svara þessu og þú veist, ef einhver vill ekki svara þessu þá ég, þú veist, þá bara gera hann það ekki og það er bara algjörlega þess, þú veist, hans, skilurðu, að þetta eru ótrúlega persónulegar upplýsingar og sem finnst þetta óþægilegt að bara tala svona hluti eða bara veita þessar upplýsingar og öðrum ekki, þannig að þetta er svona ég held að hver og einn bara þjálfari þurfur svolítið að finna hjá sér, en þú veist, ég er að gera það og ég veit að til dæmis kvennalandslið er líka að afla, þú veist, með svona svipaða gagnasöfnun, en svo er þetta líka, þú veist, þurfum við líka bara kannski önnur umræðan svolítið að fara að pæla í allir þessu gagnasöfnun sem er í gangi, þú veist, bara eins og með GPS-mælingar og alls konar. Þú veist, erum við að fá leyfi fyrir þessu öllu og hvernig er leyfinu aflað og þú veist, þetta er bara svona, ég held að þurfi svolítið bara að fara að pæla svolítið meiri í þessum hlutum, þú veist, og bara finnst leikmannandi í lagi eða finnst þeim svolítið, þú veist, þeir þurfa bara að gera það og þannig að þetta er alveg svona einhver umræð sem ég held að þurfa að fara að vera tekin bráðum, sko. En mér finnst þannig eitt, þú veist, það er ákveðni leikmenn kannski sem eru ragari við að skrá þetta og ég held mögulega getur verið því að þá sér maður, þú veist, að það sé eitthvað svona óðalegt í gangi, þú veist, að meira það aðeila sem til dæmis er ekki að borða nóg, en þú veist, mér finnst það samt aldrei mitt að vera að pressa á eitthvað að veita mér þessar upplýsingar, þú veist, þannig að ég bara svona reyna að fræða, tala svona hluti, opna umræðina og það er svolítið bara svona já, það sem ég stend, nema ef það komi bara einhverjar upplýsingar upp sem maður getur gripið inn í, þá þetta gerir maður það, en ég svona mest frekar að setja ábyrgð yfir á stelpunar, sko. Já, ég sammála. En þú veist, hvenær ættu þjálfarar að fara að svona eiga þetta samtal eða þú veist, þú veist, er við að tala bara menntaskóla eða erum við að tala unglingadeild? Nei, mér finnst alveg unglingar, sko, þú veist, eins og í nú þá erum við alveg fann að tala svona hluti og ég meina þetta er gert, þú veist, hjúkan kemur inn, talar við 9. bekk held ég allan tíðarhringinn, en þú veist, ég vil hafa meiri fræðslu þetta, þú veist, og svo fræðsla er fín og allt það, en meira bara svona tengt íþróttunum. Ég hef alveg verið að fræða, þú veist, 5. og 4. flokk, mikið þetta og ég hef verið bæði með strákar og stelpur saman, því mér finnst gott að strákar heyri þetta líka, þú veist, þeir eru, þú veist, fyrsta lagi þá bara verður þetta meira tabú ef þeir eru ekki með, þú veist, ef þetta er til dæmis inn í bekka eitthvað svoleiðis, auðvitað bara hef ég líka bara verið að taka þennan stelpuflokk sér, en mér finnst líka þeir með að læra þetta, því að þeir verða mögulega þjálfarar, þeir verða mögulega pappar og þú veist, þetta er bara eitthvað sem þeir með að vita, klárlega og þyrst að vita, þannig að já, ég myndi segja svona, innan fótboltans, já, það er 11 ára, 11 til 12, stelpur byrja á blæðingum svona cirka 12-13 ára, þú veist, og sumar alveg vel fyrr, þannig að þú veist, og það er bara já, mikið upplýsingum sem er gott fyrir þær að vita, sko. Á þessum aldrei. Getnaðarvarnir. Já. Hvað ættu við þær? Ég man allavega fyrir mitt leyti að ég fór sjálfa pilluna út af því ég vildi svolítið fá að stýra mínum hring. Já, út af því ég var að keppa og ég var að keppa í bikini bókstaflega og hlaupið við grindur og eitthvað og
Þannig að það skipti mig alltaf máli þegar ég fór erlendis á mót og einhver stórmót og eitthvað svona, ég vildi bara alls ekki vera á blæðingum þá. Það var eiginlega bara svona eina viðmið hjá okkur, sko. Það bara, þú veist, að hvenær við ætlum að vera á blæðingum og ekki hvernig tíðarhringurinn hefði áhrif á okkur, sko, þú veist. Einmitt, sko, þetta ótrúlega vandmeðfarin umræða og getnaðarvarnir, það klárlega kostur og gallar og getnaðarvarnir mjög, þú veist, það hægt að finna mismunandi getnaðarvarnir og hver eitt þarf að finna getnaðarvarnir sem hendar sér. Þar eru ólíkar, þú veist, sumar innihalda prógesterón og estrogen en aðrar bara prógesterón til dæmis. Sumar náttúrulega eru þannig að ef maður tekur það til lengri tíma og það til dæmis ekkert estrogen, þá getur það haft svona áhrif á til dæmis beinþjatni. En svo það líka bara, en þú veist, heilt yfir þá, ég ekki á móti getnaðarvörnum, alls ekki, og það eiga klálega stað bara hjá mörgum konum og stelpum. Getnaðarvörn auðvitað fyrst og fremst getnaðarvörn og það þarf alveg að taka svo umræða af hverju að fara á þetta. Sumar konur þurfa það út af því að þær eru með einhver einkenni, þú veist, ofmiklar blæðingar eða verki eitthvað svona, þá hjálpa getnaðarvarnirnar klárlega. En þú veist, það þarf samt alltaf að komast að orsök vandans, eða þú veist, af hverju eru þessi einkenni til staðar, af því að þú veist, svo færðu getnaðarvarnir og svo þau kemur af henni, þá verða þessi einkenni líklegast ennþá til staðar, þú veist, og þú vilt allan að finna eitthvað út úr því og þú veist, og getnaðarvarnir líka, þú veist, ef maður byrja mjög snemma, þá getur það líka maskað einkennin, þú veist, til dæmis ef einhver ekki að borða nægilega vel, af því að þú veist, það eru nokkra ástæður fyrir því að konur til dæmis hætta á blæðingum eða þær verða sjaldnari, eða þú veist, að það getur verið of mikið álag og bara orku inntaka ekki í takt við orku þörfina. Og það hefur auðvitað bara mjög neikvæð áhrif á bæði skammtíma og langtíma heilsu og auðvitað framistuð í íþróttinu og svona. Þannig að þú veist, og einhver sem að getnaðarvörn, hann mögulega, hann áttar sig ekkert á þessu að því að hann fer bara blæðingar en þetta raun og ekki venjulegar blæðingar, skilurðu. Það bara svona withdrawal bleed að því að hormónin að droppa þessi gerfihormón sem þú ert að taka inn, skilurðu. Bara ef það eitthvað foreldrar hlusta, þannig ef að stelpur hætta á blæðingum og ekki tenging, eða getur verið tenging, til dæmis þegar fólk fær einhverja átraskanir eða eitthvað, Akkurat. Að þá ekki orku inntaka og þá hætta þær á blæðingum. Þetta nefnilega ótrúlega, eða bara frekar algengt, sérstaklega í íþróttastelpum. Og þú veist, og það að þetta sé algengt þýðir ekki að þetta sé eðlilegt eða í lagi. Og það sem konur og stelpur áttar sig oft ekki á, sko stundum hefur þetta verið þannig að konum finnst þetta bara gott, þú veist, þær hugsa bara, ég er búin að vera ógeðslega duglega að æfa, ég að grennast, þú veist, þetta bara geggja, ég hætt á blæðingum, það bara merkin þetta, skilurðu. En þú veist, þetta getur verið merkið, auðvitað getur þetta verið einhver aðrir þættir líka, en oft á tíðum það að þær eru ekki að borða nóg og æfa mikið og mikið stress og streita á kerfið þeirra, að þær hætta á blæðingum eða þær verða mjög óreglulegar. Og þetta getur haft sko, af því að við það, þá eru þau ekki að fá þetta, þú veist, búst í þessum hormónum sem eru mikilvæg fyrir okkur. Og til dæmis bara eru ekki að fá þetta búst í estrogeni í hverju mánuði sem hefur áhrif á beinheilsun okkar til dæmis og hjarta- og æðakerfið okkar og svona hluti þætti sem skipta miklu máli og bara marga þætti, þannig að vera, þú veist, að hætta blæðingum eða fara á óreglulegar blæðingar getur verið merki þetta og það þarf að vinna með það og þetta ekki eðlilegt þótt þetta sé algengt, þú veist. Og þetta í alvörinu bara alltof algengt innan íþróttuna. Já. Ég var að segja þér áðan að ég hefði séð svo skemmtilegan post, þetta var eitthvað bandarískt, einhvers staðar sem að einn pabbi spyr spurningu inni og því hann vantaði ráð, hann var einstæður faðir og dóttir hans var að byrja túr og hann spyr eitthvað svona, hvað á ég að gera, hvernig get ég látið henni líða sem best og það kom alveg bara fullt af einhverju svona dásanlegu ráðum með mettkendin og þvottavél og eigðu, þú veist, þetta og stundum getur hún þurft eitthvað svona care package og einhver kannski verkjalyf eða eitthvað og eitthvað svona þess að það. Eru við kannski með einhver ráð eða eitthvað svona, hvort sem að sé þjálfarar, til dæmis karlkyns þjálfarar, ég sé núna undanfarið þá ef ég sé að það eru þá allan til
dömubindi, það eru til túrtappar inn í klefum og í Nákvæmlega. sjúkratöskum og eitthvað svona, sko. Einmitt. Þú veist, bara þetta sé Nákvæmlega. ekki feimnismál, sko. Ég held að þetta, þú veist, bæði bara hvernig umhverfið tekur á þessu, þú veist, einmitt að þetta sé og líka eins og í skólum og svona, þú veist, þetta sé einhvers staðar þar sem er hægt að ná í svona tíðavörur, svo er þetta þessu umræða þú veist, bara stuttbuxur að fatna, skiluru, hann, þú veist, bara, það getur bara verið mjög óþægilegt að, ég veit að sumar stelpum eins og í fótbolta finnst bara mjög óþægilegt að vera í hvítum stuttbuxum, hjá öðrum þá bara truflar þetta þær ekki, en þú veist, En það að missa innbeitingu út af einhverju svona getur auðvitað haft neikvæð áhrif, framistuðu, meðsli og svo framvegis. Þannig að þú veist, mér það eitthvað sem væri hægt að skoða betur. En svo er líka bara, þú veist, þættir sem hjálpa okkur bara með verki og svoleiðis. Þú veist, það er auðvitað bara eins og til dæmis hana vökvi að vastrykja á blæðingum eða rétt fyrir blæðingar þegar konur finna fyrir svona þessum krömpum. Í leginu, þú veist, það getur á að geta hjálpað og svona að drekka meira vatn, gott mataræði, þú veist, hreyfing bæði, þú veist, rannsóknir hafa sýnt að háákjáðar en líka lágákjáðar þjálfun getur hjálpað þannig að hreyfa sig þegar maður er með verki getur líka hjálpað og auðvitað, þú veist og það er alveg eðlilegt að vera með engin, það er alveg eðlilegt að vera með smá verki en ef að þú veist, smá verkjatöflur virka ekki á þig og þarfst að taka stærri skamt eða þetta er farið að trufla þig í þínu daglega lífi eða þínu íþrótt, þá er það eitthvað sem þú verður að láta skoða. Þú veist, ofmiklir verkir eða ofmiklar blæðingar og þegar ég tala um ofmiklar blæðingar þá er það til dæmis ef að þú þarfst að skipta bara dömubundi eða túrtappa eða eitthvað kannski 1 til 2 tíma fresti þá er það bara allt of mikið þannig að þú veist það er svona ákveðin viðmið sem er hægt að skoða þarna en þá vill maður finna út í hvað er þetta stundum getur þetta verið endometriósa eða PCOS líka og það er hægt að þú veist þá allan að vinna eitthvað með þessa þætti að einhverju leiti og svona þú veist þannig að maður vill allan að helst komast að orsökin í staðan fyrir að bara þú veist finna plásturinn, skilurðu. En það er alveg hægt eins og verkjalyf hjálpa manni að einhverju leiti en þú veist, maður þarf svona ef þetta fara að vera það mikið eða þú þarft meira verkjalyf þá þarfst að fara til læknis, skilurðu og aðtuga með það og auðvitað þetta, mér sérstaklega þetta ef blæðingarnar eru óreglulegar eða miklar, óreglulegar eða þær hætta, að þá er það bara aukt flagg það þarf bara að komast að því af hverju það er Og hvað gerirðu þá? Bara, ertu að meina, ég sem þjálfari þá? Nei, bara þú veist, ef að ég fatta að dóttir mín er bara alltaf ekki með óreglulega blæðingar eða eitthvað svona, þú veist, hvert að ég leita? Ég myndi bara fara annarkvort bara heilsugæsluna og tala um þar eða heimilislæknisins og bara segja frá því og að því að oft er bara stelpur að æfa, fyrst alveg bara borða oflítið. Það er bara ógeðslega margar þyrst að borða meira með hvað þeir að æfa mikið. En það er svona líka gott að segja, þú veist að það er eðlilegt svona fyrstu 2 árin að blæðingar séu óreglulegar og jafnvel miklar. Það er bara að komast svona jafnvægi á þessu hormóna. Þú veist þannig að, en þú veist, þó að sért frekar nýlega að byrja að blæðingum og þetta er að trufla ógeðslega mikið, þá myndi ég samt alveg leita mér aðstoðar, skilurðu. En þetta er svona, eftir svona 2 ár, þá myndi maður bara helst vilja hafa svona hennan reglulega tíðarhring, skilurðu. Já, þetta er allt stórt maður. Herðu, og kannski bara loka spurningin, svona getnaðarvarnir og frammistaða íþróttakvenna. Hvað er áhrif? Sko eins og staðan er núna, þessum rannsóknir sína okkur, raun og veru bara þurfum frekar rannsóknir eins og svo oft hefur komið fram hér. Ef eitthvað þá mögulega kannski hafa það lítið neikvæð áhrif, en aftur á móti, þú veist, ef að getnaðarvarnir hjálpa með, þú veist, verki eða miklar blæðingar og eitthvað slíkt, þá auðvitað getur haft áhrif á, áhrif á frammistu á jákvæðan hátt, þú veist, þannig að þetta fer allt bara eftir einstaklingnum líka og til hvað getnaðarvarnir eru fyrir hann, en ég held að svona rauði þráðurinn í þessu er bara að við þurfum frekar rannsóknir á þessu sviði, sko. Við viljum rannsóknir og þess vegna höfum við þig. Þú ætlar að fara í þetta allt. Já, ég fer í eitthvað af þessu. Þú ferði í eitthvað af þessu. Herðu, takk kærlega fyrir komuna og bara allar þennan fróðleik og við ætlum bara að þakka samstarfsaðilum Klefans fyrir Lemon, Auður, Útilif, Nútileng og Hafið fiskverslun. Takk fyrir. Já, takk fyrir mig. Takk fyrir að hlusta. Eigðu góðan dag.
Gleði með Silju Úlfars.